Sko, breathworkið, ég hef náttúrulega bara, í gegnum tíðina þá hef ég notað þetta sem verkfæri. Út af því að, ég hef oft farið úr tengingu við sjálfa mig, og fest í einhverju gremju eða bara einhverju svona sem að er óþægilegt og einhvern veginn, og leið og ég nota bara smá öndun, þá einhvern veginn fer ég aftur inn í líkamann, í þetta moment, í núvitund, fer úr þessu sem er að angra mig. Og svo bara eins og mín saga, hún er búin að vera rosaleg, bara í alls konar áttir, og ég er búin að þurfa að glíma við alls konar og vera vitni að mörgu og eitthvað svona. Þá er alltaf breathworkið, við. Meira sem leggur í breathworkið, þá er alltaf sama útkoman. Tengingu við sjálfa þig. Svo líka bara, þú ert að díla við mikið þunglindi eða vanlíðan og þú bara andar og þetta er bara sami kælinguna, þá bara bústar út þessu góða stöffi sem er eins og dópamin og serotonin og fá blóðrásana til að virka og líka bara til þess að auðvitað eigum að nota lungun, og þú þurfum að hafa vélinn alveg í gangi. Þú ferður bara alltaf dýpra og dýpra inn í undirmeðvitundina og þegar þú ert komin í undirmeðvitundina sem að hugleiðsla og öndun getur farið með því, þá ertu bara, þá einhvern veginn, fer allt einhvern veginn alveg inn, Þannig að því ofta sem maður gerir þetta, því dýpra kemst maður, eða? Já, algjörlega. Ég hef bara komast á mörg level, Alveg bara, fólk rætur og hlær og fer í tengingu við eitthvað sem að þau heldur að vera glötu, einhverjar tilfinningar og bara eins og þegar ég verð, eins og bara marga tilraunir að vera edrú, ég þarf eitthvað meira, þarf að fá eitthvað búst, það þarf að koma eitthvað í þessu hólu, og svo þá náttúrulega bara kemur sjósundið og öndunin og bara öll þessi sjálfsvinna, það fylgir þessu svo mikill gleðigjafi, það er svo gott að líða vel. Þetta er bara svona eins og ef ég tek ekki öndun eða hugleiðslu í góðan tíma, þá fer ég bara sjálfgara í eitthvað svona gamalt munstur, og er bara með geðlítið þráð og eitthvað svona, svo bara leiða ég verð að taka öndun og hugleiðslu. Tek það, þá er ég bara eitthvað bara svona, vá, já, maður, á hverju gerði ég þetta ekki fyrr? Þetta er nýja lífið þitt. Já. Hvernig var gamla lífið? Hvernig lýsir þú því? Gamla lífið mitt er, ég er náttúrulega bara búin að vera með fitnesssjúkdóm og allt það, og það hefur svolítið stillt mér í gegnum tíðina. Og með marga meðferð á baki og fangelsi og marga botna. Og hvenær var það fyrst sem þú fórst í meðferð? Ég var 19 ára ég fór fyrst í meðferð. Og hvað ertu gamall í dag? Ég er 38. Og það var líka bara, þá var ég í kannabisreikingum, Svo er ég búin að vera núna, alveg í 15 ára eitthvað að þróa þetta, Og alltaf harðari og harðari efni. Já, bara stór helgum alveg í bara 5-6 daga og svo bara í dag, þá er þetta bara sjúkrabíll og geðdeild og bara, og ég á ekki breyk í þetta. Ég, man eftir, ég ætla að leiða mér að nefna, það var svona vídeo sem fór á flakk á TikTok, sem að þú varst með einum félaga mínum, og þið eruð í bíl, bara á, æsilegum flegi ferð eltingaleik, með löggun á eftir ykkur, og það var að blóði leikur niður ennarnar og eitthvað og svo keyri bílinn út í skurða, ég veit ekki hvað, þetta var einhver trillingur í gangi. Já, þetta var bara kæruleysi, svona var þetta bara, Og það var ekkert stoppað þó að löggan væri með sýrarnar og eftir. Nei, þetta er bara, þetta var bara, ég var náttúrulega bara, lyfjaður og undir áhrifum, og fekk að finna fyrir því, og ég var líka bara þakkláttur fyrir að hafa ekki, vinur minn er að keyra hann í gráinum, ég fer náttúrulega í gegnum gráin, og það munar bara mjög litlu að ég keyri inn í hliðina á hann, ég fór yfir Hringtorg og það reyndi að keyra ofta aftan á mig til þess að fá mig út á, Já, löggan reyndi að Já, svo var ég tekin að Víkingasveitinni, Þá var ég brjálaður út í Víkingasveitina út af því ég var í nýjum skóm, hvítum, og ég vildi ekki að þeir myndi skýta út skóna mína, þetta var bara Það var það sem varst aðalega að hugsa um þá. Já, þetta var bara svo mikið kæruleysi og bara Og það hlýtur að vera upplifun að fá Víkingasveitina á sig svona og vera handtekinn með þessum hætti. Já, þetta er bara, maður hefur alveg lent í áður líka, Já. Varstu ofta lent í lögreglunni? Já, alveg bara, ég er búin að vera oft í fangelsi, Já. Og svo náttúrulega þegar ég fer inn, þá er náttúrulega bara, fer ég inn fyrir síbrota. Já. Og það þurfti bara að kippa mér úr umferð á þessu tíma.
þá var bara endalaust að málum á þig bara, já, ég var búin að vera, ég veit ekki hvað, 15 skipti hana nýra á Hverfisgötu og leið og byrjar að renna að þér, skilur, þá kemur, skilur, þú veist, bara fjölskyldan, það kemur svo hratt til þín og líka bara þegar þú komið svona langt, skilur, þá ertu bara líka oft í, þú veist, þessu blackouti, þú keyrir bara áfram á undirmeðunni, þú veist, bara á einhverju lyfjum, skilur, og þú bara ert að gera bara einhverju vitleysu, skilur, svo ertu eitthvað að reyna að tengja það inn í það að vera búin að bregðast fjölskyldunni og svo kemur bara vanlíðan og svo kemur bara ein pilla, þá bara ertu komin eitthvað í kringluna og bara alveg sama, skilur, þetta er svo erfiður leikur, sko. Ég þurfti bara að fara í fangelsi, skilur, og þar bara einhvern veginn náði ég, sko, að fara þennan farveg, sko. Bara undir eftirliti, ég var bara að bíða þegar við vorum bara að safna sama málum og svo síðasta skipti sem að ég handtekinn, þá var ég sofandi inn í húsgagnabúð, vopnaður. Og ég vakna bara við tvo gæja, Víkingasveitina, með skjöld og ég er bara eitthvað sofandi í einhverju sófa. Og þar fer ég inn í hitti lögfræðing og þá er að renna að mér, sko, búin að vera vakandi fleiri fyrir dag, ég var hrynjandi niður úr næringarskort, skilur, þegar ég kom inn, ég fer hann á skólanstigi, niður Hverfisgötu og þá er ég bara svona, þá er að renna að mér og það er ekki góður stað til að vera, sko, ekkert hvað ert að fara út í og hvað er lengi og fangilsi og þú ert búin að vera að rífast fullt að liði og bara, ekkert hverjar þar, skilur, svo bara verður alltaf meira og meira frákvar, skilur, hittir ekki neitt læknir eða neitt á þessum tíma, þú ert bara eitthvað inn í einhverjum rimlum, skilur, bara í einhverjum fötum og þú veist að þú varst handtekinn, en svo eru kannski bara einhverjum 10 dagar sem þú manst ekki neitt og þú ert bara eitthvað, hvað var ég að gera þá, skilur, hvað er fjölskylda mín og þetta er bara svona, það er hellingur sem þú ert að glíma við og þegar ég er annað inn í, þegar ég komið fyrsti dagur inn á Litla-Hrauni, þá er ég í gamla húsinu, það sem að var bara eins og einhver dýragarður, skilur, þetta var bara, ég bara, hvert er ég komið, sko. Hvernig þá? Bara, þetta bara lúkkaði svo hefi sveitt partí, skilur, og bara einn gæi sofandi inn í einhver klefa, sko, með lappina hálfur út og allt á rústin í herbygginu á honum. Og ég var í klefanum við hliðina á honum, svo fer ég eitthvað inn í klefana, skilur, alveg bara, ég var bara eins og, ég var svo lítill í mér, skilur, svo brotið inn og, ég var ekki bara dáið og öskrað á mig eitthvað, sko. Og svo kem ég fram, þá er hann vaknaður, komin í einhver gír hana, að reyna að drepa einhverja kónguló í loftinu með súrmjólk. Og bara allt eldhús í súrmjólk, kaffikanna brotin, og ég var bara... Þá eru, fangarnir bara í neyslu. Já, þetta er bara, það ráði bara ekkert við þessi gaura, skilur, þeir eru ekkert að stoppa og það kom eitthvað svona ljós og þarna tók ég fyrstu ákvörðuna að ég ætlaði að vera edrú. Neysla mín áður en ég lenti inn á fangelsi, þá var ég búin að taka ákvörðun og ég var búin að reyna svo oft, held ég 8 meðferðir og 10 innlegnar og reynt oft að vera edrú sjálfur, skilur, en alltaf einhvern veginn dotti í það, allir ógeðslega ánægðir, búin að byggja sig upp, vinna sem matreiðslumaður í grunnskóla, bara með einhvern veginn all lífið og svo bara einhvern veginn, hann er dottið niður. Það verður fjandinn laus. Já, og þetta verður bara svo erfitt og svo bara, því dýpra svo ferðið í hóluna hérna, því erfiðara og svo þannig ég tók bara ákvörðun, sko, áður ég fór inn fangilsi, að ég ætlaði bara að vera í neyslu, skilur, en einhvern veginn, svo náttúrulega fer ég bara í hana, bara í spóraðinu og þar koma strákar með fundi og maður þekki marga þeim og þetta var bara geggja að fá það og svo náttúrulega vorum við á bókasafninu við vorum 3-4 þar að taka öndun að huglega þetta náttúrulega var Bata Akademían sem var að koma Bata Akademían sem að Tolli og félagar sem er bara my crew bara, hvað ég er þakkláttur fyrir að hafa farið bara og verið með þeim og bara fengið að vaksa með þeim og þeir hjálpa manni alveg bara og heldur áfram að vaksa því að þeir eru með svo mikið að öflugum verkfærum fyrir menn sem er að koma á fangelsi og bara fyrir alla, skilur. Er þetta ekki samt? Og þetta er líka bara svona, þetta er bara félagskapur, þetta er bara, það er bara heiðarleiki, það er bara kærleikur og það er bara, þetta er einhvern veginn allt sem mann langar í. Skilur, bara eins og með Tolla líka, skilur, að
að bara fá að fylgja honum, skilur, hann bara minn helsti kennari. Já, það er mjög gefandi að vera í kringum Tolla. Að bara, já, hann bara, já. Sko, þetta fær mig, þetta er alltaf bara, meðan ég að stunda þetta og leiða þetta og í kringum þetta, þá ég að gera þetta sjálfu og inn í þessar orku, sko. Og líka bara að vaksa út frá þessu, skil, út að ég hef svo mikinn áhuga fyrir þessu og ég vill alltaf læra meira og meira. Já. Og alltaf að þróa þetta og líka bara svona svo, með svettið og eitthvað svona, bara þessi leið að vera bara ekki tengdur og vera allinni leiðbeinandi og vera leiðbeinandi í svetti og það er svo mikill lærdómur á leiðina og svo mikill ótti, hvað á ég að syngja? Ég ætla ekki að syngja. Ég ætla ekki að öskra. Þetta er bara svona, maður verður bara alltaf að sleppa tökunum. Og þetta er bara, bara hvert skipti sem ég tek sjálfur öndun, þá fer ég inn í bara svo mikið af tilfinningum og mikið af góðu líðan. Og svo fæ ég þá innblástur í framtíðina og hvað mér langar að gera og hvað ég er þakkláttur fyrir og fer einhvern veginn úr einhverju svona sem er ekki þjónum en tilgangi.